Hjörvar, þetta eitt af besta sem þú komið með. Það kann vera það. Til hamingju með þetta. Já, ég var í litla stúdíónu mínum bara, ég raun og verið bara í gærkvöldi að klára þetta. Já, þú ert með svona lítið stúdíó heima þær, ekki? Jú. Og þar ertu að búa til þín svona stef. Já. Hvað, þetta er rosa kraftur í þessu. Já, mér fannst sko gamla tímum mitt vera fullt rólegt, þannig að ég ákvaði að hendi eitthvað svona kraft meira. Já, þannig að núna alltaf þegar við byrjum á 50, þá ætlar að vera með þetta. Já. Glæsilegt. Það er 50 dagur, klukkan orðin 4, Bongo blíða úti og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan 50 daginn, 25. júlí og eins og þið heyrið kæru hlustendur og þá er hann mættur hérna dimminan, Hjörvar Hafliðason. Ég ætla bara að byrja á því að bjóða þig velkominn. Takk fyrir, hvernig ertu? Ég gæti ekki verið betri. Ég veit að þú ert að leita léttur, ljúfur og kátur og það er akkurat það sem ég er. Já, ég er reyndar light, kind and happy. Ertu? Light, kind and happy. En það er eitthvað nýtt á Valtýr eða? Nei, léttur, ljúfur og kátur er önsku. Já, ok, vel gert. Já, það er þetta að nota þetta úti líka, djúðlega sniðt maður. Hvernig er, já, þú ert þetta ekkert búin að vera í einu sumarfríi? Nei, ég var aldrei frí. Nei, þú kom með íþróttafréttina bara á stöðu 2 og... Við höfum blöndaleg gengið til þess við létti en... Já, okkur hendur því ekki íþróttafréttinar? Því að það hefði einhvern veginn verið, sko, við höfum segjum alltaf frá því... Já, það hefur verið trúslæti, sko. Ég er að setja lægið mitt aftur á bara frá byrjun og hafa það rólegt bara núna. Já, setja þýmið aftur. Viltu hafa það brundi núna eins? Já. Ok. Já, þannig að maður er ekki búin að vera í neinu frí, en langt síðan ég séð þig. Já, sömuleiðis. Hvernig hefur það? Ég bara gæti ekki verið betri. Gott að heyra. Þú lítur líka vel út sjálfur. Í kliftur og búin að tana og fanta feeling. Ég er hérna með séð og heyrt. Já, fyrir kannski yfir það hér og eftir. Gamla uppáhaldsþula mín. Brynja X. Ég byrjaði með Hannesi Smára. Hún löngu byrjaði með honum þegar að vona barni kallið minn. Hei, ég misti bara af þessu. Keep up with the program, ég vissi að það var saman. Ert þú reiður út í þessa útrásavíkinga? Yeah. Ertu stundum heimaður bálvandi útrásavíkingum? Nei, ekki ennþá. Kannski eitt daginn. Það sem ég var hluta þessar klíku á sínum tíma, þá get ég ekki verið reiður. Nei, ég var allt í öllu þarna. Þú tókst þátt í þessu góðari. Tjúvillig tók ég eitthvað gott þátt í þessu. Hefur séð myndir af mér þar sem ég held á 5 vínglusum á niðri íshokkihöllinni á einhverju Mosaic Fashion Show með Dorrit Musa vinstra með mig. Nei, ég hef ekki séð það mynd. Það er eiginlega besta góðærismynd sem, ég hef með einhverju 5-6 kampaðisglöðs þarna. Því ég var að, sko... Enda þú tókst alveg rosalega þátt í þessu. Tók þvílíka þátt í þessu, þannig mér getur ekki veitla við þetta fólk, sko. Nei, ekki... Írka Hannes, sko. Já. Við erum með magnaðan þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum hér með fasta liði eins og venjulega á 50. Það verður flottulega keppnin, heitt og kalt á sínum stað, sturla staðreyndir. Ég ætla að spyrja Hjörpa með ykkur hann vil byrja í þættinum. Svo er nýr dagskrárliður sem heitir Tala við unglinga. Ok, fíla það. Það komið tími til þess að tala við unglinga. Já, og þar ætlar Hjörvar Hafliðason að tala við unglinga á þeirra máli. Ok, ég get að gera það. Já, þannig að það verður skemmtilegt og svo bara svona sama gamla góða. Eins og það heyrið, við erum í Fantavíling og veðrið heldur áfram að leika við okkur. Já, það er alveg bara æðislegt veðrið. Já, það er líka svo ógeðslega gaman að fara inn á Instagram þegar það er svona gott veður. Já. Það er svona skemmtileg keppni í gangi. Hver er að hafa það best í góða veður? Hver er að hafa það best, já. Sumir svona, þú veist, sumir leggja heldur svona mikið metna í þetta. Kannt þú að gera svona fjórskiptar myndir einhverja? Nei, það er eitthvað forrit sem þú vart að... Ég þarf að fara að ná mér eitthvað þannig. Ég ætla að skera ekki eitthvað mikið niður eitthvað mat og svona henda því. Henda svona með 4 ramma, matur á einu stað, þú ert að tana á einu stað. Hvítvínsflaska í klökum í einu rammanum og sólinn í 4. Það verður rosaleg mynd. Herri, það var kona upp í möturinn dáðan hvart undan því að hún mátt aldrei læka neitt hjá strákum á Facebook eða eitthvað á þess að þeir halda að þú sé til í þá. Það var kona kvartið við þig? Já, hún sagði sko, ég gerði þau mistök í gær að læka einn statusuppfærslu á strák og lækaði það sko. Þá var hann mættur að spjalli hálfri myndu setna. Já, ok. Af því að hann setti bara eitthvað mjög fyndið inn, sko. Já, hún var fránað það. En þá taka víst, sko, strákar því þannig að ef þú lækar eitthvað hjá hann, sko. Ég hef nú ekki tekið því þannig. Þú tekur því nú manna mest þannig. Ef eitthvað stúlka lækar hjá mér eitthvað status. Já, þá ert þú mættur bara. Sælar, takk fyrir gott like. Takk fyrir like á statusinu. Kallin einmanna. Hvað hefur það að brasa? Já, það er reyndar, ég hef heilt Hún var að segja þetta, að þetta væri óþólandi. Hún sagði bara, þetta gerist þannig, hún ítir á like. Þá haldaði alltaf að þetta þýði eitthvað, sko. Já, ég hef reyndar heilt sambandslit upp frá like, eða það var svona, ég hef ekki að segja, kodnin sem fyllti mælinn. Þá var það sem sagt strákur sem að lækaði prófælmynd hjá annari stelpu. Já. Og það fór alveg gríðarlega töðan á kærsunum. Það var að sem var að detta inn lag í hausunum mér. Hvað? Þessu lauk með læki. Vá. Þessu lauk með læki.
ekki komið meir. Lauk með læki. Þessi lauk með læki. Það er einu sem komið í lagið. Ok, ef að fá smá Bruno Mars og þú hugsaður þetta eins betur, svo fyrir við slúður. Ég var enda með nýtt Bruno comedy. Snickers. Já, með nýtt comedy. Hvað? Bruno Ágúst. Bruno Ágúst. Já, þú dottinn í mánuð, þú ert snillingur. Þetta var gott, en þið er að hlusta hér á Bruno FM Ágúst. 957. Við verðum með eitthvað til 6 í dag, hér strákarnir og það er komið að slúð. Sexy í dag. Svo heyrði, það er stuð á okkur, en það er komið að slúðri. Hér, bítu. Ég var bara að fá stuð, sko. En ætlum við ekki að vera hérna, áttu það ekki að vera á sænsku eða skandinavísku? Já, við komum staðið báðir í frí okkar að við erum tölvöld betri í Norðurlanda tungumálum en fólk heldur. Já, og þess vegna ætlum við að hafa slúðri í dag hér í FM 95 Blöð. Og fólk verður líka átt að segja því að við erum úlingaþáttur. Já. Og það er rosalega erfitt að kenna krökkum dönsku eða sænsku af því við finnst það svo leiðilegt. Já. En við kunnum að ná til úlinga. Það er sem við ætlum að gera hérna. Við ætlum að ná til úlinga og kenna þeim. Já. Þetta er tilbúið hérna. Skal við byrja? Já, nú pratar ég lítið svenska og hér er slöður. Ja. Gossip. Har du gossip? Jag har gossip för dig nu. Ja. Jag ska starta mitt gossip om Tony Braxton. Det synger. Det synger som synger Unbreak My Heart. Ja, det är en god melodi. Ja, okej. Ja, hon ska inte vara länge med sin man. Är det slut med henne, man? Det är slut. Ja, det är fy fan, det är bra, men det är slut nu. Varför? Greta i sambandet nu. Var han med Anneli Finni eller? Anneli kvinna? Nej. Blir hon tight? Ja, hon blir trött av det. Ja, okej. Har du med det för mig? Ja, jag har med för dig. Du vet om Blake Lively? Ja, Blake Lively som är en skådespelare. En superflicka. Nej, hon är Gossip Girl. Ja, skådespelare. Skådespelare? Ja, det är dansk. Det är dansk? Okej. Jag pratar bara svenska. Hon och Ryan Reynolds. Ja, Ryan Reynolds. Det är man från Girl and the Pizza Place. Ja. Ja, var det en sån uppehållssättning min? Ja, det var bra. No, hon är inte med en barn i sin malle. Inte. Så hon är ingen barn i sin malle? Nej. Men det sludepresset, den tanken hon är. Ja, men jag tror Beyoncé har barn i henne malle. Ja. Igen. Ja. Igen. Nej, igen, ja. Hon har ett barn, men hon ska ha vid Anne. Okej. Nej, jag tror så. Det är väl helt. Hérna, och det är mitt sista sludre. Gossip. Det kommer fram Beyoncé. Hon ska göra nu en ny album. En ny album? Ja, och nu sänder folk sång till henne. Men hon vill inte ha det sång. Hon har nu sagt nej vid 50 sång. Ja, så nej. Hon har en multitalented man som heter Jay-Z, ja. Ja. Hon gör hon. Stora konserter alla sommaren. Det är många isländska som går till Danmark och till Sverige. Ja, det gör det. Ja. Och det går till Sverige. Nej, þetta ekki hægt mér. Allavega þetta var slúður á, ég veit ekki, bara þetta var hvorki sænska né danska. Nei, þetta var bara blanda af hinum þessum Norðurlandamálum. Já. Og af því að það er svo erfitt að kenna úlingum í dag. Já, við erum að reyna að hafa til það. Og við erum náðum til úlinga. Kennararnir ná ekki til úlingana. Nei. En núna voru væntanlega krakkar sem er búin að vera í dönsku í 3 ár að læra meira á 2 mínútum heldur að búin að læra allan sinn ferill. Nýji dagskrálinn okkar í dag, hann gengur líka út á að ná til úlinga. Það sem er allt það að ná til úlinga. Það sem er talað við úlinga á þeirra tungumáli. Algjörlega. Ekki missa því. Sem er bara íkt klikkað. Já, sem er íkt klikkað. Bist afsökun á þessum skelvilega slúðupakka. En heldur núna ef að var einhver frá Danmörku eða Noregi eða Svíþjóð að hlusta, heldur hann að við skilja hvað vorum að segja? Já. Er það ekki? Man næri alveg í gegn á eitthvað svona bulli. Man næri alltaf í gegn. Herru, Birgitta Haugdal. Já. Hún er hætt að pæla í framanum og búin að setja vinina og fjölskyldi fyrst sæti. Búin að skráði í Popparakólmót FM 957. Við bjóðum heppnum hlustendum FM að spila með helstu poppurum landsins á Hlíðarvelli í Mosfellsbæ laugardaginn 27. júlí. Athugaðu, vinningar að verðmæti 2 milljónir króna. Skráðu strax á heimasíðu FM 957. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21.
Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home, Austurstræti 12. Síðasti stimpillinn bara byrjunin. Skilaðu vegabréfinu á næstu þjónustustöð N1 þegar það fyllist. Tenerife og hellingur af frábærum vinningum í pottinum. N1, meira í leiðinni. LG Optimus G snjallsíminn sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Þú búinn að skoða hann? Hann nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG, lífið gott. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Löðrandi af kynþokka, kraftmikill og lipur. Fiat 500, það sem stelpunnar vilja. Diesel.is og bílalíf, Kletthálsi. Vikutilboð alla daga vikunar millir 10 og 2. Ísbúðin Háaleiti, Garðabæ, Kringlunni og Smáralind. Þú getur séð allar upplýsingar á Facebook síðu okkar. Skítamorall blæs í fyrsta sveitaballi í miðbæ Reykjavíkur í áraraðir. Skítamorall og þú dansið á Bauknum næsta föstudag. Baukurinn opnar klukkan 21. 1500 kallinn og miðar seldir í hurð. Eigum yfir 60 gerðir af fartölum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer í verslunum tölvulistans allt land. Traustmerki, lægra verð og mikið úrval. Tölvulistinn. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Útsalan í fullum gangi. IKEA. Þegar maginn mát, skaltu fara með gát og skella þér á hlöllabát. Hlöllabátar, líka fyrir hagyrðinga. Út að leika. 20% afsláttur af öllum sundfatnaði í Intersport. Intersport, alvöru sport. Við tjöldum fyrir þig á þjóðhátíð. Tryggðu þig tjald í forsölu á betra verði á rentatent.is. Hoppaðu og lendu í útlöndum. Taktu þátt í sumarleik Dúhopp og þú getur komist ókeypis til útlanda. Dúhopp.is 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Það alltaf hægt að nota 20 milljónir. Þrefaldur lottobottur á laugardag. Lifðu þér smá lottó. Eldhúsið opið til 11:30 í kvöld. Vegamót. Komdu konunni þinni á óvart með alvöru dekurbakka. Indiana.is 25% afsláttur af Sæmax fæðabótavörum í júli. Rými fyrir nýju útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Sjáumst á útihátíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon. Í boði Thule léttöl. Kiwi Lime Sorbet Ís. Jójó. Nú fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið. App sem þú þarft. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apar hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Það rétt fyrir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason í FM 95 Blö. Þennan 5. daginn styttist í stjórnlega staðreyndir og dagskráraliðin tala við úlinga á þeirra máli sem skemmtilegur, flottulega keppnin og fleira á sínum stað. Bóng og blíða og maður stressast í stundum á því, Hjöppi, að hvort fólk sé að hlusta þegar það svona gott viður. Já, það allir í sólbað að hlusta nú, sko. Já, en ég var einmitt að fá hérna á Twitter að það nú bara eitthvað lið í heita pottinu núna. Það eins og við séum mótnið Siggi Hlö. Fólk bara í pottinu með hvítin og hlusta á FM 95 Blö. Förum á eftir að gefa óskalu og svona. Ekki spurning. Jó, Getur ekki opnað síman eftir? Já, auðvitað. Áhverju ekki opnað fyrir síman? Nákvæmlega. Herri, það svo langt síðan ég hitti. Hvað ertu búin að gera í Your Bad Boy Image núna síðan ég hitti þig síðast? Hvað búin að gera með Bad Boy Image? Já. Nei, ekki ráð, ég ekkert í þessu. Ég er ekki eins og að reyna að gera neitt í my Bad Boy Image. Af hverju? Ok, segjum að ég var að stelpa. Ég er ekki bad boy. Segjum að við séum núna út, þú sétt í portinu á vegamótum.
Ok, port á vegamótum, með réttu þá eða? Nei, bara, það sól úti, sko. Já, meina bara núna, í góðaverðinu. Já, ok. Ólega er þetta alltaf, nei, ég tjók. Herri, á, hérna. Þú varst að tala Bad Boy, ég held að þeir var kannski þar að reykja í portinu eitthvað, ég náðu þessu Nei, bara fá sér í portinu hana. Já. Ég myndi labba upp að það, ég stelpa. Ok. Hvað segir, ég fylgst með þess svolítið í sjónvarpinu og útvarpinu, hérna... Á, ég að tala við bara eins og ég sé ég sjálfur það? Já, ok. Hvernig náðum gertu? Ég er bara ósköpvennilegur strákur að norðan. Já, getur þú sagt mér eitthvað frá þér, eða? Já, hvað viltu vita það? Bara hvernig náðum gertu? Hvernig náðum ekki? Ég er bara, ósköp rólegur. Sveitastrákur, komin í borgina. Ok, þetta er ekkert smá boring. Já, ok, minna hvað ég segja, þú veist alveg, ég er fjölskyldumæður. Skapar að vera með fjölskyldumæðinni. Þú ert að vera fertur, átt ekki einasta barn og ekki einu svona kæri. Þú getur alveg átt fjölskyldu þó er ekki börn sjálfur. Já, nú ertu bara að ljúga, sko. Nei. Þannig að þú ætlar bara að vera svona hella boring. Spurðu mig. Nei, ég myndi aldrei segja svona. Ég bara vissi ekki hvernig ég ætti að haga mér í þessum leikvinum minna. Myndu mig að summa mitt líf upp í einni setningu sem stelpa. Hæ, hvað heitir þú? Jörvar. Hæ, gaman að sjá þig. Hæ, samleis. Hvað gerir þú? Hvað gerir ég ekki? Vá, ertu bara allt í öllu? Spurðu mig hvað summar upp líf mitt? Hvað summar upp lífið þitt? Sex, drugs and rock'n'roll. Ok, og hvað á það heillana? Það er eina leiðin sem ég get svona lýst sjálfur mér. Það er sex, drugs and rock'n'roll. Já, það er samt ekki þú, sko. Já, það er ég. Það er ég var fyrsti gæðin sem byrjaði að segja sex, drugs and rock'n'roll. Það er svo látið. Þannig að, ok, næst er að tala við mig og vera að spyrja mig eitthvað á ég það bara að ljúga. Nei, bara segðu bara, hvað summera þeir svo upp? Sex, drugs and rock'n'roll. Já, mér er bara ekki töff við það. Nú? Nei. Sex, drugs and rock'n'roll. Já, mér er bara ekki flott við það því. Hefur allir partið í hvað það er svalt? Sex, drugs and rock'n'roll. Nei, mér finnst það ekki svalt. En ég skal samt fara að hugsa mig í gang. Já, ég held að vera eiginlega bara að hugsa mig í gang, sko. Og hætta þessu bullinu með að setja ykkur fjölskyldum aður. Já, mér finnst það bara skemmtilegt þann, sko. Spila og svona. Á ég það að fara að ljúga því? Á ég fara að ljúga að mér finnst bara að ég sé á mótuhjóli og... Já, reyndar getur... Sko, ok, ég skal taka það. Er það ekki strax orðið eitthvað svona bad boy ef ég er komin á chopper? Jú, það er því... Sköllóttur hérna alla miðborgina bara á mótuhjólinu mínu. Pínu lítill og sköllóttur að keyrum á mótuhjólinu. Já, svo kem ég fyrir utan veg og teka mig hálminn og hræki. Áttu borð? Og alltaf sko herleðraður. Og verður náttúrulega leðraður. Þó að sé ógeðslega hlýtt. Já, herleðraður. Já, þá er ég líka sköllóttur kósveittur, hræki, biðum borð. Sko... Stelpunur aðna á borðum vonast til að sjá hvort síðan gæja að taka af sér hérna hjálminn. Þetta er ekki einhver spegill. En þá getur líka, sko, þá verður ég líka ef það er einhverju krakkar aðna þá er maður að taka, herðu, burtu með þessi börn. Já. Við erum að reyna að fá okkur bjór hérna. Nei, ekki koma nálægt hjólinu. Ekki nálægt hjólinu. Þú ferð ekki með hundina í hjólinu. Ekki séns. Já, ok. Nei, ég er séns. Ég skal taka móturhjóli. Strax til að, ef þú vilt ná í gegnum stelpum, þá er móturhjól. Ég tók móturhjólaprófið fyrir einhverjum 12 ára síðan. Ég hef ekki eins og séð á hjóli, hér. Þú myndir ekki ráða þess. Okkar eru Mosfellsbæ og kalla sig Kaleo. Lægið er vor í Vaglaskói. Virkilega vel gert hjá þessum ungu piltum. Veistu hvað, ég er það fokking gamall. Ég man þegar að Mosfellsbæ... En serðu samt hvað heldur í úlinginni þér? Þú segir þú séð svo fokking gamall. Þú er það töff. Svona held í úlinginum. Því ég nætur úlinga. Þetta var ekki smá töff. Herri, en ég man þegar að Mosfellsveit með kaupstaðaréttindi. Þá fór familjan í eitthvað roadtrip til Mosfellsveitar og þeir voru að fagna að vera orðið Mosfellsbær. Ég veit að það er gammalt ef það er æskuminning. Já, þetta er ekkert svona eitthvað geðveitt langt síðan. Nei, hvað heldur þú? Þetta er svona 88. Já, eitthvað slúst 90. Þetta var á þeim tíma. Já, en ég ætla að leggja fyrir núna spurningu, Hjörvar, sem að ég er búinn að leggja fyrir alla hinna hér. Ég elskar spurningar. Já, ég er búinn að leggja þessa spurningu fyrir alla hér í FM 95. Ok. Og ég ætla ekki að segja svörin þeirra fyrir að ég er búinn að fá þitt svar. Ok. Ég er semst búinn að spyrja Sveppa, Pétur og Björn Braga. Ok. Með hverjum þeir myndu byrja í FM 95 blöð ef þeir væru samkynniðir. Já, og semst og ættu að byrja með einhverjum í þættin. Ok. Og með hverjum myndu ekki byrja. Ég er líka búinn að svara, þannig að það er bara þú og Egill eftir. Egill verður á morgun. Ok. Þannig að nú spyr ég þig, ef að þú verður samkynniður og ættir að byrja með einum af okkur, strákunum, hver myndi svona heilla?
Þeir myndi heilla. Sko, náttúrulega, sko, þetta þarf að vera samband. Þetta ekki eitthvað bara svona eitt kvöld eða neitt. Ekki one night stand minnar á djamminu? Nei. Nú einhver sem heillaði meir en annar það? Nei, þá fórum maður bara svona að hugsa, sko, ef ég væri hommi. Já. Þetta svolítið erfitt að setja sig í þetta, því ég hef aldrei hugsað það ef ég væri hommi, sko. Nei. Ég hef aldrei hugsað lífið út frá því, sko. Þannig að þú myndir ekki setja sama mann sem kærastæðin og einn mann eitthvað gaman? Nei, ég mynd alls ekki, sko. Þá þarf ég að hanga með okkur og svona líka, sko. Að sjálfsögðu, bara kærastæðin. Sko, ef ég byrja nú bara á aðalmannunum, The Blood Machine, ég get ekki byrjað með honum. Hann er bara of erfiður. Býtu, við áttum rómantíska ferð til New York, 2 saman félagarnir og það var einn besta ferð sem við farið í. Já, það var stórkostlega ferð. Það spáðið við getum gert þetta allar helgar. Já, ég veit það. Það er gaman að ferðast með þér, en ég myndi aldrei nenn að vera með þér sem kærasti. Bara því að, þú veist, það er bara svona, þú ert erfiður. Þú veist ósjálfbjarga, þannig að þú veist, nei, ég myndi allan aldrei taka samband með þér. Ok, en svona eitthvað bara flippir í ef þú væri fullur. Þú farið það? Gef mig það allavega. Já, ég skal fara í það. Ok, takk, þú myndir líka ekki sjá eftir, ég get lofaði því. Jú, þú myndir taka á þér. Björn Bragi. Sko, nei, Björn Bragi er svona, er ekkert ólíkur þér. Hún þykir vænt sjálfan sig. Það þarf alltaf að snúast hann og hann er að frekja eins og þú. Svona gæði sem að verður að fá að ráða og stjórna og alltaf talandi sjálfan sig í svona samböndum. Ok. Þannig að ég get ekki tekið ykkur 2. Nei, sleppi Björsa. Ég aldrei Egil. Aldrei Egil? Hann er ekki í myndinni. Nei, hann er ekki að fá mörg aðkvæði greið. Ég bara get ekki hugsað með samband með honum. Það er bara, hann er erfiður í sambúð, gríðarlega. Já. Og En hann reyndi að setja sjálfan sig alltaf í annarsæti? Nei, hann er með að setja sjálfan sig alltaf í fyrsta sæti og er skýtsamum hvað öðrum. Það er reyndar með betri nöfnum sem ég heyrti með Egil, var Jegill. Jegill, já. Jegill lýsur hann ágætlega. Þannig að upp á samband gera, hann kann ekkert svona einhverja almennilega hluta á heimilinu, getur ekkert eldað. Þú sett einhverju allt múlið mann hérna, sko. Á vissan hátt. Þannig að Egil kemur ekki til greina. Ok, þá er eftir 2 þannig. Bræðurnir. Sveppi, nei, ekki Sveppi. Sveppi er svona rómikið attitút í honum. Já. Svona væri alltaf með eitthvað kjaft á heimilinu og með einhverja voða skoðanir og öllu. Þú vilt ekki skoðanir á þínu heimilinu? Jú. Nei, ég var eiginlega til að vera laus við það bara, sko. Þannig að nei, Sveppi bara alls ekki. Þannig að það er þá Pétur Jóhann. Það er klárlega Pétur Jóhann Sigfússon. Hann er búinn að fá atkvæði frá öllum. Já, algjörlega myndi ég velja Pétur Jóhann Sigfússon sem minn framtíðar eiginmann. Björn Bragi tók hans, ég tók hans, Sveppi tók hann og nú ert þú að taka líka. Nei, bara málið það að hann er handlaginn. Hann kann að gera við allt og sjá heimilið og svona. Hann er ágætlega hlýðinn. Já, það er saman og Sveppi sagði. Hann er ekki svona gæinn eitthvað, jú, ég víst að vera dett í það eitthvað stælar í honum. Þú veist, þú myndi segja, nei, í kvöld ert þú bara heima. Þá er hann bara heima. Já. Þá segir hann bara vera hann líka vill vera heima hjá þér. Já, hann vill bara vera heima og afa þægilegt. Og þú veist, tekur oflega vel í allar hugmyndir. Það er svo Sveppi sagði, ef hann væri heima með Pétur og hann myndi segja að mér langar í Ís, þá myndi Pétur fara að sækja Ísandæðin. Þá sagði ég, hvað heldur ég myndi ekki sækja Ísandæðin? Nei, þú myndi segja að þú er ekki gott að hlusta. Já, ég sé það. Það er svona margt svona og hann er ekki mikið að tala sjálfan sig og með sjálfan sig á heilarum. Nei, en það er einn bara æðislegasta manneski í Ísland, það er bara þannig. Ef ég væri gay, því að þegar þú fer í samband, það þarf að hugsa margt svona. Það er svo margt annað, þú veist, útlit er bara 3% af því, sko. Já, ég er alveg sammála því. En það er 13%. Það eru bara 2 menn í þessum þætti konum með atkvæði. Það er Pétur Jóhann og ég, Pési valdi mig. Áður valdi Pétur Jóhann ekki mig? Hann bara sagði ég væri svo góð við vinnir mína og það var alltaf gaman í kringum eitthvað. Ég var mjög ánægður með hann. Ég vel Pétur Jóhann, ef hann er að hlusta og veit hann á þessum áhuga. Já, hann er að rústa þess að leik. Ég höfum aldrei átt að fara í en leik. Það verður eins og að forðinlega að heyra hvað Egil segir á morgun. Förum hér í auglýsingar, svo er það Sturla staðreyndir. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is Mýrarboltinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara Drullusvað, Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffsson og fleiri.
Glæsileg tónlistardaskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. I can make you mortal. Pepsi Max kynnir The Wolverine. What I am can't be undone. Don't be so sure. Is that all the men you brought? Hugh Jackman. The Wolverine kominn í bíó. Karlsberg kynnir, Ingo Veðugund og Buddy Jeff sjá stuð alla 50 daga í allt sumar. DJ-ar allar helgar. Home, Austurstræti 12. NetGiro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. 25% afslutur af Sæmax fæðabótavörum í júli. Rými fyrir 9 útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Túborg kynnir. Innibúkinn 2013 á Factory verslunarmannahelgina. Miðasala á miði.is. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Nú boltinn hjá þér, lengjan. Taktu þátt í leiknum. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Hennar munnur og hún segir það sem hún vill. Þetta eiginlega bara svona úlingastælar. En ágættislag einhvað síður We Can't Stop með Miley Cyrus hér í FM 95 Blö. Og það komið að sturlum staðrendum. Ertu ekki búin að sakna þeirra, Hjörvar? Jó, en ég meina sturlaða staðrend fyrir alla sem úti. Breiðablik komið yfir á móti Sturm Graz í hérna Evrópudeildinni. Já, á útivelli. Á útivelli, þetta ótrúlegt. Að fá 0-0 heima alltaf ekki? Jú, þannig að núna þau eru Sturm Graz 2. Hárrétt hjá þér. Glæsilegt, áfram Breiðablik. Maður heldur alltaf með íslensku liðunum í Evrópukeppninni. Ríkala ánægð með F-fáingun í gær og óska öllum F-fáingum til hamingju með þann glæsilega árangur. Það var reyndar í fyrradag. Fyrradag, já, sorry. Ég tókir. En já, að gera leiðrétt það. En allavega óska F-fáingum til hamingju. En það komið að sturlum staðrendum og hér kemur fyrsta. Fólkið sem gefur bestu leiðbeiningar í lífinu hefur oftast haft það skítt í gegnum tíðina. Já, ég gef frábæra leiðbeiningar. Í alvörunni, ef þú vilt einhverjar ráðleggingar, þá leitur þú væntanlega til mín. Já, ég get ekki gefið fína líka. I know pain. Já, það nefnilega muninn okkur og mörgum að núti. Við þekkjum sársauka, Hjörvar. Já, sársauki ekki eitthvað hérna á hendinni eða fótunum eitthvað. Nei, hann hérna inni. Hann hérna langt inni, sko. Já. Og þannig að það að gera að fá leiðbeiningar frá okkur Hjörvari því að we know pain. Það bara þannig. We know a lot of pain. Jón Jónsson og Friki Dór, þeir þekki ekki pain. Nei, hann er búin að hafa allt og gott alla sína æfimæður. Hann nýbyrjaði að spila fótbolta 28 ára og komin í einhverja þvílíka Evrópukeppni og allt frábært. Og hann har standið frábært, nýjórðin pappi líka. Og hann har standið sér frábært. Tónlistabransinn. Myndur þú fara til hans og fá leiðbeiningar? Nei. Jón Jónsson? Nei. Gæi sem aldrei labbaði mótundi, hann getur ekki gefið nein ráð. Það bara þannig. Líf mitt búið að vera strekkingur á móti allan tíman. Fólk finnst bara ótrúlega í þessi standan. En svo kemur hér næsta. Svanir eiga aðeins einn maka alla ævi og eiga það til að deyja úr ástarsorg þegar að makið er að deyr. Já, ég hef heyrt þessa staðarind áður. Þetta mjög fallegt. Þeir eru svona lojal. Þannig að þú veist... Það ekki nettur svanur í þér. Jú, það er nefnilega nettur svanur í mér. Ég er mjög lojal náungi bara. Já, það er alveg lojal, ég geði það alveg. En þú átt ekki bara einn maka yfir alla ævi. Kannski. Ég myndi ekki sjá þig deyja úr ástarsorg. Jú. Hvað segir þau? Skulum halda áfram. Ef þú ert náinn einhverjum sem, já, þetta varst mér svolítið skemmtilegt. Ef þú ert náinn einhverjum, þá heyrir rödd viðkomandi ef þú lest einhvað sem hann skrifaði, eins og til dæmis status á Facebook og annað. Ég fór svona að skoða þetta svo og hann þarf ekkert endilega að vera náinn þér. Já. Eins og ef ég les status hjá Herberti Guðmunds á Facebook, þá heyri ég röddina hans. Já, ég þekki þetta nákvæmlega. Ég var að lesa hérna bókina hans hérna Arnold Schwarzenegger. Já. Og ég ligg alltaf upp í síman, upp í rúmi og les. Og þá, ég heyri röddina hans Arnold þegar hann er að tala. Já. It was probably the first time we went to USA. Eitthvað svona, sko. Ég heyri alltaf. Það nefnilega, hann þarf ekkert endilega að vera náinn þér, sko. Þannig að þetta er skemmtilegt staðreynd. Já. Svo er það hér næsta. Skóli reynir ekki á gáðuðinnar, hann reynir á minnið þitt.
Þetta er mjög skemmtileg staðarind fyrir mig. Skóli reynir ekki á gáfur. Já, hann reynir á minni. Ertu að segja það að fólk sem er heimst, eða kannski sem er ekki kannski neitt sérstaklega gáfað, getur það klárað erfitt nám? Nei, það er með gott minni, já. Ok. Men það er líka, ef þú hugsað, þetta er fólk sem er mjög gáfað út í lífinu, sko. En hefur ekkert endilega klárað háskóla eins og Steve Jobs kláraði ekkert háskólan. Nei. Ég held samt að þú þurfir samt að vera með einhverja gáfu, sko. Ég get ekki lappað inn í stærðfræði í háskóla, sama hversu minnur ég væri. Jó, ef þú myndir muna alla stærðfræðina sem þú læra, það sjálfsögðu. Já, þetta er samt svo mikið know-how, sko. Já, ég veit það. Nei, þetta er samt stöðlu staðarind. Ok. Og svo kemur hér næsta. Bláhvalur dælir 162 lítrum af sæði þegar hann fær það. En aðeins 12% fer á sinn stað, sem sagt þegar hann er að njóta ástar. Restin fer í sjóinn. Hann er að láta bara Peter North líta illa út. Svona frekar. Það er bara það sem þú ert að segja. Já, ég veit ekki af hverju ég hló, ég veit ekki eins og einhver Peter North er. Hérna, allavega 12... Ég las þetta ekkert hérna einhverju síðu. Já, þetta er einhver grínisti. Hérna, 162 lítra, það er náttúrulega ekkert eðlilegt. Og aðeins 12% fyrir á réttan stað þegar hitt fyrir sjóinn. Svo stóð svona brandar undir mér, bara svo hallarst þetta átt hann fylgja, en ég get alveg sagt hann, sko. Nú veistu okkar sjórinn svona seltur. Eitthvað svona, umilegt að stóða reyður á ennsku. Já, góður. En þetta er ágættis slatti. Já. Þetta er eins og með Norðarann, sko. Hann er áblæð, sko, svona kókbrúsa. Já, hann er ekkert í 162 lítrum, sko. Herra, svo kemur hér, kaninur, þetta er líka svolítið skemmtilegt fyrir fólk sem nennir ekki ræktina. Já. Kaninur hlaupa og hoppa mikið og lifa í alltaf 15 ár. Það eru mikið á ferðinni. Skjaldbökur gera hins vegar ekki raskat nema skríða af og til en lifa í alltaf 300 ár. Sko, málið er það eins og með hreyfingu. Hreyfing á vissan átt, sko, eigur ekki lífslíkur okkur. Nei. Það er auka lífsgæði. Já, líka gott fyrir hjarta og svona. Já, það er fínt, en sko gæði sem liggur upp í rúmi allæfi gæti verið eldri en þú. Já. Þó að þú sett lítill og sköllóttur að hlaupa út um allt og lyfta til og svona. Af hverju það allt fíka hör? Af hverju þetta í svona skapi rétt eftir sunnafrí? Það er bara önnur setning sem fjallar mig. Ég er lítill og sköllóttur. Ég er meðalhæð, 1,79. En vissulega er ég ekki með hár á höfnum. Ok, en hérna, það geti einhver annar maður sem fættur 1980 orðið eldri en þú, þótt hann hafi ekki reyft sig að hugsa mataræðan. Hvort sem hann er lítill eða stór. Hvernig sem hann er. Reyndar er það þannig að rísar you will never see an old giant. Nei. Manstu hvað ég er búin að kenna þér í lífinu? Cass is king. Já. Þú kendi mér að í New York Cass is king og það kom mér rosalega óvart að ég var ekki líklega sem kærastiðinni einn aðan. Eftir þá helgi, saman félagarnir. En allan, þá var ég að kenna þér núna. You will never see an old giant. Mjög stórt fólk verður aldrei gammalt. Sturlu staðrind. Svo kemur hér, orðið news er sett saman. Veistu hvernig orðið news var til, eða fréttir á ennsku? Það vantar að sé eitthvað nýtt. Nei. Nei. News er north, east, west and south. Nú er öllu. Takk fyrir þetta. Já, þessi er ágætt. Ég mun nýta mér þetta, takk hérna. Þessi er ágætt. Svo kemur hér, blettatígur. Já. Blettatígar, geitur, hundar og hýjenur stundu öll munnmögg. Ok. Sturlu staðrind. Við sjálft sig eða við aðra? Við aðra. Því ég hef séð, sko þeir sleikjöft. Ég hef aldrei séð geit fara nýra sjálf sig, sko. Nei, en hundar getur. Já, hundar að þrýfa sig stundu þannig. Já. En ég heldur sé ekki til einhverju. Þrýfur þú? Nei, áfram. Nei, ég gera það ekki. Ég þrýf mig, jú. En ekki þannig. Það eru tvær eftir. Ef þú tekur auga, þetta hérna fannst mér líka mjög áhugavert. Okay. Þessi hérna og með news. Hérna kemur hún skemmtilega. Ef þú tekur auga úr snigli, vex annað hjá hann mista hafil. Wow. Já, það kemur bara nýtt. Þannig að þú getur ekkert... Ef plokkar hún auga... Já, það kemur bara annað. He will grow a new one. Já, sem er rosalegt og skemmtilegt aðrætt. Spurning hvort það kom í nýjum lit, fattur þau? Segjum til dæmis að ég væri sníill og ég væri til að vera með einhvern annan bara, það geti bara plokk úr og það geti kannski orðið bláiður eða eitthvað. Það er alltaf magna. Já, það er margt skemmtilegt með sníilinn, hann þarf ekki að borða í 3 ár, hann getur lagt sig í 4 ár. Ok. Fullt af svona skemmtilegt. Þannig að maður hefur kannski verið að vanmeta sníilinn í öll þessi ár. Já, ég er ekki frá því. Svo er það síðasta, það er ekki hægt að segja, ég var ekki að tala við þig kurteislega. Ég var ekki að tala við þig. Fyrir mér snýst kurteisi. Ég var ekki að tala við þig. Málið það, þetta snýst allum tónin. Þú getur ekki fundið réttan tón og sagt ég var ekki að tala við þig. 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 Ég var ekki að tala við þig.
Það alveg saman hvernig þú segir það. Þetta aldrei kurteist. Nei. Svolítið til í þessu. Já, en getur maður sagt þegiðu kurteis? Já, þegiðu. Já. Það var bara eins og þetta skemmta þér. En haltu kjafti? Haltu kjafti. Já. Hefur þér verið sagt að halda kjafti í fullri meiningu? Já. Hvenær var það síðast að halda kjafti? Svona sem kom upp í svona fljótlega, svona í huganum. Það þú sagði mér að grjóthalda kjafti út af markmanninum Ben Foster þegar við vorum að horfa í United-leik saman. Já, ég sagði grjóthalda kjafti á. En mér var alltaf sagt að halda kjafti að voru veðurfréttir í útvarpinu. Já, það fór of fóreldriðinum. Stórhöfði, 17 vins, eitthvað svona og ég byrjaði að gjamma eitthvað. Þegiðu! Þú maður hlusta fréttunar. Það samt verið alls til langt síðan að einhver eldri en ég sagði mér að halda kjafti. Það bara svona... Ég náttúrulega tölvöld yngri. Ekki tölvöld, hvað 3 mánuðir? Þú fyndi að ég, Ryan Gosling og Justin Timberlake, við erum allir 32 ára. Já, þú ert 33 ára búin eftir smá stund. Nei, já, en akkurat núna erum við allir 32 ára. Já, akkurat núna. Það er ekkert smá fyndið. Þú, Justin Timberlake og Ryan Gosling. Við erum allir 32. Á Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Þetta eru grillveðurfréttir Egils appelsín. Grillveðrið 25. júlí. Nú útlit fyrir blíðu, ég endurtek blíðu, því grill útkall á höfuðborgarsvæðinu. Allt tiltækt lið við teinana, að minnstakosti 1 pylsa á mann, kótilettur handa kettinum, hamborgari fyrir hunda, ekki útlit fyrir regna á landinu, svo landsmenn nær og fjær, takið þessu alvarlega. Ískalt appelsín, náhvít piparsósa, fagurbrún lund, sjálfur ætla ég að fá mér gúllas. Góðar stundir. Það er Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Apótekið býður þér 20% afslátt af Nicotinell Fruit út júlí. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung setrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Skráðu þig á netgyro.is. Netgyro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Gamli Gaugurinn og Túleb bjóða þér á Funk kvöld. Framkoma, Funkaholics, Babies, Óregla, Seagull og Fox Train Safari. Bara 1000 kallinn og konto dillaðu með okkur. Gaugurinn opnar öll kvöld klukkan 21. Pepsi Max kynni. Eternity can be a good toe. And a healing. Stærstu orustu ævinar leggur hann sjálfan sig undir. The Wolverine. Kominn í bíó. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krok, það sem þú þarft. Vissið þið að smálum kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredia, einföld þjónusta. Ekki bara gott fyrir tennurnar, heldur líka gott á bragðið. Mentos tyggjó. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafleðarsson með ykkur hér í FM 95 Blö, 25. júlí og ég held að sé ekki glampandi sól lengur. Ekki? Hann líkt og gott. Það er svolítið pirrandi að vera hérna í stúdíói sem er bara hérna niður í kompu. Þannig að við getum ekkert endilega kommentar á veðrið en ég get sagt ykkur að klukkan að vera 5. Klukkan að vera 5? Já. Hvað horfðið þú á sjónvarpinu og krakki? Hvaða beinu útsendingar horfðið á? Hvað kallar þau krakka? Eða svona 12 ára, 13 ára? Já, bara íslenska landsliði handbolta og United. En það er eitt fyndið sjónvarsetni sem maður horfði alltaf á. Það var, maður horfði alltaf á Ungfrú Ísland. Já, breyndar, þegar maður var krakki og líkur. Já, það var alltaf hraunbitar og popp og allt og verið að horfa á Ungfrú Ísland. Já, það er nú ekki lítið búið að rakka þá keppnið niður núna. Já, ég kalla þetta sko kynþokkafordóma, sko, þú veist. Kynþokkafordóma? Já. Það er ekki kynþáttafordóma, þetta er kynþokkafordóma. Já. Og okkur á ekki að vera illa við fallegt fólk, sko. Nei, ef þú væri til dæmis mjög fallegur
Værirðu þá ekki alltaf að skráði í einhverja keppni sem þú getur keppt í hvað þú væri fallegur? Ég har að vinna eitthvað. Þú veist, ég skil alveg að ljóta fólki við sem erum kannski ekki mjög falleg að okkur sé illa við þetta lið. Það fættist náttúrulega með þetta, það er ekki búið að vinna neitt eitthvað fáránlega mikið í þessu. Það bara fættist svona. Þannig við erum pirruð yfir að þau geti keppar í þessu. Það er eina ástæðan fyrir því að fólk er á móti þessu. Það er að því að það er bara pirrað yfir því að það er aðrir sem bara fengu þetta bara í hendunar. Þú veist, það fengu þetta bara upp í hendunar, það hafði ekkert fyrir þessu. Það er svo Shaquille O'Neal, þú veist, hann er ekki frábær íþróttamaður, og hann reynda frábær íþróttamaður, en hann fekk þá vöggugjöf að vera 2.20 og eitthvað. Og þú veist, og geta hlaupið. Og það er bara, þannig að lífið var bara þægilegt fyrir hann, sko. En við, sko, ljótu fólki áhittar illa við að falla, sko. Leifa því bara að keppa í alls konar keppnum sem hann vil keppa í, sko. En eru við ekki að mótmæla því það sé vera að keppa í fegur og það er ekki að vera hægt. Þú veist, þú getur þetta alveg séð það, sko, að A er bara sætar en B. Þú veist, ef að þú og Ryan Gosling myndir sitja hérna beint á móti mér, no offense. Nei, none taken. Þú getur alveg sett að Ryan Gosling sé myndalegri, sko. Ég myndi bara hlæja og vera alveg samanlegaður. Já, ég er að segja það. En það ferði ekki til að vera illa að vera Ryan Gosling, eða? Nei. Ég er að segja það. Þannig að þú veist, það er bara... Þú vilt meina að þessi pirringur í okkur ljóta fólkinu? Já, okkur, ég held þessi sko kynþokka fordómar. Við eigum ekki að láta þetta fallega fólk fara í töðan okkur. Nei. Við eigum bara að leyfa ef að keppa og megi svo fallegast í vinna, sko. Það er þetta, svo annað sem alveg hrikalega þreytt við þessar keppnir. Það að svona fyrrum fegurðardrottningar að tala hvað sjá eftir að tekið þátt í þessu. Hættu þessu bulli, ok, þú ert kannski búin að þroskast og... Í Kópavoginum kallast það að tala með raskaðinn. Þú veist, það sjá ekkert eftir, þetta er það besta sem það er að geta. Nei, þetta er bara komum á koppin og ég skil það ekki. Sjá eftir eitthvað svona. Það er til sem heitir að vera politically correct. Það er búið að mynda svo venja að þykjast 2 árum eftir, sjá eftir þessu. Já, svo er líka vilja þær meina að keppnin sé allt öðru í þessu núna en heldur hún var. Þetta var alltaf verið eins. Ég er að segja það, þetta er bara svona. Það er bara málið það, við erum bara að leyfa þeim sem eru fallegir að keppi því að vera fallegir. Ef ég væri einhver ridiculously myndalegu gæi, þá var ég út allan heim að keppi því. Að sjálfsögðu. Það er ekki einhver keppnan í Hong Kong hana, falla eftir Miami. Það er skrákallinn. Ég er að fara að senda möppuna. Það er nú fegurðarsangandi í gangi núna sem hefur vakið athygli hér á Íslandi. Kærasta Óla Geirs er að keppa, hún Ásdís, hún er að keppa í Ungfrú Filippseyjar eða eitthvað ekki. Ungfrú Filippseyjar? Já, ég las eitthvað þetta. En er þetta fólk frá Filippseyjum sem samt býr ekki í Filippseyjum? Ég bara... Þú er ekki náðu að kynna þér þetta? Þetta er svona eins og bara í gamla þegar ég fór að skoða Klámblöð, ég skoða bara myndina, sko. Ég er ekki búin að lesa þessar fréttir. Lesti aldrei textan það? Ekki á öllum fréttum. Hvað var samt uppbóls fegurðarsangjöndin þín? Var ekki bara Ungfrú Ísland? Þú veist, var ekki svona í héraðinu þínu? Var aldrei svona, þurfti ekki að vinna í héraðinu? Ungfrú Skagafjörður, það er náttúrulega Ungfrú Norðurland, sko. Það er alltaf bara á Akureyri, en það var aldrei beinn útsendingu. Ég var ekkert að keyra til að horfa. Þú keyrðir ekki til að horfa? Nei, fórum ekki 5 félagar í Sjallan, bara, En þá fóru alltaf kannski 2-3 sætustu úr... Nei, það hafa náttúrulega ekki margar stelpur frá Söðukröki tekið þátt í Ungfrú Ísland. Alls ekki. En mikið að fallu fólki að það, sko. Er svona gott bakarið á... Söðugrósbakarið er stórkostlegt, en það er ekkert með það að gera. Það hefur alltaf verið fallið kvennfólk á Söðukröki, ég get lofaði því. Er það þannig? Sverða. Þú veist, ég myndi ekki fara að sverja ef það var ekki. Það er ekki fyrsti slagarinn hennar Ríhönnu og væntalega ekki svo síðasti heldur lagið Right Now. Akkur er ég ekki búin að fara á tónleika með Ríhönnu? Hvað segirðu? Akkur er ég ekki búin að fara á tónleika með henni? Ég var alveg til að fara á tónleika með henni. Já, ég hef aldrei nefnt á neina þessu tónleiku sem að fólk hefur verið að flikjast á hérna, en þetta eru tónleika sem ég verið til að fara á. Nót til að slögurum allavega. Já. En það er mikið vesen í þjóðfélaginu okkar, í okkar þjóðfélagi, að ná til unglinga, Hjörvar. Já. En við erum virkilega góður í því. Já. Og ætlum að vera með svona smá námskeið hérna í því núna, ekki? Já, kannski ekki námskeið, við ætlum bara aðeins að tala við unglinga. Á þeirra máli. Já, það er það sem er stundum að klikka. Það er þegar fullorðið fólk er að tala við unglinga, en ekki á þeirra máli, ekki á þeirra tungumáli. Skilja þetta bara ekki. Nei. Þannig að þú þarf stundum að setja því spór þeirra, tala svo við þau. Já. Og það er það sem við ætlum að gera hér í nýjum dagskrárlið sem að heitir Tala við unglinga. Og ég held að þau eru ekkert að kynna þetta neitt nánar, við skulum bara fá dagskrárlið Tala við unglinga.
Halló úlingar, Öddi Blöð hérna úr FM 95 Blöð. Hvernig það? Þið ekki orðin þreytt á því það sé að vera að tala við ykkur af fullorðnu fólki eins og þið séu fullorðið fólk? Hér er ykkur með fullorðið mann sem ætlar að tala ykkar tungumál á ykkar máli. Takk vel á móti Hjörvari Hafliðasinni. Hæ sjómlar og sjómlur. Ég ætla að ræða við ykkur eitt geðveikt mikilvægt mál, en þó ekki eins og einhver leim gamall kall, heldur á ykkar klikkaða máli. Það er nefnilega eitt geðveikt mikilvægt dæmi í gangi núna. Nú er aðeins rúm vika í Vestló og því algjört must að byrja að pæla í því að fá sér nettar verjur fyrir helgina. Sko, höfum eitt á hreinu, klamydía er klárlega ekki málið. Það er sko ekkert swag yfir klamydíu. Þannig að ég segi, setjum gúmi á gaurinn. Nú er bara næsta mission að fara í apótek og kaupa nokkra konnara. Haha, þið viti kannski ekki hvað konnari þýðir, en það er orð sem ég bjóð til úr enska orðinu kondom. En sjáumst bara í dalnum eftir rúma viku með klikkað swag og þangað til ætla ég á bretti mitt og skeita. Og eitt í lokin, ógóð mikilvægt, setjið gúmi á gaurinn. Takk, til Hjörvar hérna, sjáumst með geðveikt swag. Og krakkar, eitt á lokum, YOLO eða You Only Live Once. Svona á að gera þetta, ef á að ná til úlinga, taliði þeirra máli og þú fórst bara á kostumann, þetta var vel gert þér. Já, mér stóru komið tími til að tala við úlinga á úlingamáli. Já, þú hefur greinlega verið svolítið í kringum úlinga því að þú varst með swag, YOLO, allt þetta, gert, BOGO. Maður fylgist með hvað eru að tala um. Já. Og ég held að þetta sé eina leiðin til að tala úlinga sé að fara á þeirra level. Það er enda skellu. Ég man það nú alls í langt þegar maður var úlingur. Það var agalegt að vera að tala við sem úlingur ef eitthvað fullorinn er að því. Ég man við vorum hérna þegar ég var í 8. og 9. bekk og kom Bubbi Mortens í skólan til okkar, Gagnfaraskólan og Söðurkróki og hann var einmitt svona að reyna að tala svona við liðið svona eins og við vorum. Maður hugsaði bara að ég verði til að heyra bara nokkuð lög með þér. Hann kom í hennan sama fyrirlestu til okkar en ég velti bara fyrir mig hvort ég ætti ekki bara að byrja á allir þessu dópi að því hann eitthvað, ég er búinn að prófa spýtt, ég er búinn að prófa kokain, ég er búinn að prófa heroin, ég er búinn að prófa, tók bara allan pakkan. Já, og svo fór hann út í landkrúsinu sem bara. Svo segði bara, byrju, herri, gæinn lítur bara drullu vel út með að vera aldrei við pappa. Á einhverju þvílingum bíli hérna fyrir utan okkar reisast, herri, ég er nú spáðið að henda mig í þetta alltaf. Akkur ekki að senda einhvern auðmíkja í skólan og segja, herri, ég er búinn að prófa spýtt, ég er búinn að prófa, bara, oi, ég ætla ekki að prófa. Já, einhver gæi sem heldur þessu djúsglas og er að reyna að halda jafnvæg þarna tíma með hann. Já, ég er að segja það, ég held að séu svo ákveðna forvartið því. Þarna mætti bara eitthvað glerharður gæi rándýrum leði eitthvað. Menn þurfa að fara að hugsa þetta, þess betur. Bara það þarf að mæta maður í skólan og það fá krakkandi sjá hann, þau er bara svona, herðu, ég ætla aldrei að prófa þetta. Ekki hafa Bubba Mortens á landkrúsinu sín. Ég talaði bara við næsta díler og reddaði með öllum þessum etnum og fór heim, sko. Nei, aldrei, ég fæ bara óþægindarhollir í heyri svona. Hey. Ekki einu svona grínast með. Hvað sagði ég að ég snýrist alltaf með Sex, drugs and rock'n'roll. Ég veit að þú ert ekki svo vitlaus og ég vill ekki, sko, mér líður bara illa þegar mér að tala heitulefi í þessu þætti. Hey, sex, drugs and rock'n'roll. Krakkar, say no to drugs. Það er bara það. Sex, drugs and rock'n'roll. Skulum fá erði, manstu ég var að segja við aðan, hvað verður flottasta lag í heimi? Og þú sagði flottasta lag í heimi. Þeirra? Já. Ég búinn að spila í hverjum þætti sem ég byrjaði á sumafríi. Þú ert nefnilega ekkert eins og litlu börnin alltaf að hlusta á það sama og horfa á það sama. Það er að þægla við þig. Ég elska breytingar. Verður á Home föstudaginn 27. júlí klukkan 21. Allt blæðandi í Karlsberg og DJ Rikki G spilar á samt óvæntu tónlistaratriði. Þetta kallar á Karlsberg. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Retro Steffson og Áski Trausti verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Thule léttöl kynnir úti átíð í miðborg Reykjavíkur á Dillon Verslunarmannahelgina. Framkoma, Botleðja, Brain Police, Lífs, Blasrocka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Gummarsson á svo mörgum öðrum. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Mýrarboltinn Verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffson og fleiri. Glæsileg tónlistardaskrá á Ísafirði alla Verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is.
drullaðu þér vestur. Nú eru síðustu dagar útsölunar og enn meiri verðlækkun. Götumarkaður í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þér stuðrana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Skítamorall blæs í fyrsta sveitaballi í miðbæ Reykjavíkur í áraraðir. Skítamorall og þú dansið á Gauknum næsta föstudag. Gaukurinn opnar klukkan 21. 1500 kallinn og miðar seldir í hurð. Ert þú í fjölskyldualbúmi Prins Bólo? Prins Bólo, hluti af fjölskyldunni. Útvegsmennatrið, það engin kvóti á bátunum hjá Hlölla. Hlöllabátar, komdu borð. Þrefalt húrraróp fyrir 20 milljónum. Þrefaldur lottobóttur á laugardag. Leyfðu þér smá lottó. Bubblegum ís. Jójó. Dömur og herrar athugið, vorum að taka upp nýjan varning frá Farmers Market, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Temdu apa hvað það er gott. Við sitjum hér enn ég og Hjörvar Hafliðason og verðum hér til 6 í dag. En við erum tiltölulega nýkomnir úr sumarfríi, strákandir. Byrjum aftur á, byrjum síðasta föstudag og maður veit eiginlega ekkert, Hjörvar, hvað er heitt og hvað er kalt núna. Nei, það er voðalega erfitt einhvern veginn að átta sig á því hvað er heitt og hvað er kalt ákveð núna. Já, þegar við erum búin að vera í fríi svo lengi. Þess vegna, eru að spá í að henda bara í heitt og kalt fyrir hlustendur. Ert þú að velta fyrir þér hvað er heitt og hvað er kalt? Þá ert þú að hlusta á réttan þátt. Hvað er heitt í dag? Nei, ég meina, hvað er kalt í dag? Það er kannski stóra spurningin. Hver getur svarað þessu? Er einhverjum sem getur sagt með hvað er heitt og hvað er kalt? Hæ, þetta er Hjöddi hérna frá Hashtag Fashion. Ég ætla að segja ykkur alla 50 daga hvað er heitt og hvað er kalt, hvað er in og what's out. Endilega hlusti. Heitt. Kalt. Það er rétt að það komið hér að heitt og kalt í FM 95 blöð og Hjöddi frá Hashtag Fashion er sestur hérna beint á móti með vertu velkominn. Let's do this. Let's do this, segir hann og þá spyr ég þig bara, Hjöddi. Hvað er heitt og hvað er kalt? Það sem er heitt ákveð núna er kósi stund með teppi að hlusta á Rás 1. Heitt. Þannig að það er heitt? Það er heitt núna. Ok. Skilega heitt. Já. Það sem er kaldara en hálendið er teknotónlist á flass. Kalt. Já, þannig að maður á frekar að vera bara á svona kósi með teppi og... Klárlega. Ok. Glæsilegt. Það sem er heitar en Afríka ákveð núna er litaðar stuttbuxur. Heitt. Hvernig litaðar stuttbuxur? Bara einhverju skemmtilega pastellitir eða eitthvað. Það verður það bara í svona rauðum stuttbuxum? Já, eða grænum eða gulum eða hvernig sem er. En eins og litur við minni hérna, þessi brúni bara, þetta er lægja? Nope. Ok. Það sem er kalt er fótboltastuttbuxur. Kalt? Já, hvað er það? Því ég er í fótboltastuttbuxum kannski? Ég teki eftir því en hérna, það er allavega skýt kaldar ákveð núna. Ok. Það sem er heitt ákveð núna eru Bad Boys með flott tattoo. Heitt? Hvað kallar þú Bad Boys? Bara einhverju strákar sem kannski hafa ekki gert eitthvað ljótt af sér en eru núna að ná sér tilbaka. Eru með húðflúr? Já, það er heitt. Það eru heitir. Það sem er kalt ákveð núna eru sköllóttir loðnumenn. Kalt? Þegiðu hér á núna. Þetta er alveg merkilegt, þetta heitt og kalt er bara að ganga bara út á það, ég sé alltaf kaldur. Heitt akkurat núna er listaháskólanám. Heitt? Það heitist akkurat núna. Nú það sem er kalt er viðskiptafræði. Kalt? Er það að við erum á hausnum með það? Þetta er bara búið einhvern veginn. Þú veist, bankarnir fór á hausinn og bye bye. Þannig núna er allir að fara bara í listanum. Að mála á svona. Sniðut. Það sem er heitt akkurat núna er no filter myndir á Insta.
Heit. Það er bara, þú veist, það er bara með myndirna bara eins og þær eru. Já. Bara stelpunar að hlæja, bara allir að horfa í sikkur áttina. En ámann ekki líka alltaf að skrifa no filter ef það er ekki filter. Jú. Það er ekki óslægt. Gera hashtag og no filter. Já. Og of filteraðar myndir eru kaldar. Kald. Það er eitthvað meira. Það sem er heitt ákveð núna eru sparneytir og umhverfisvæni bílar. Heitt. Já, það er ekki líka fínt svona fyrir náttúruna. Það sem er kalt ákveð núna eru amerískir fjórhjóladrifnir bensínhákar. Kalt. Já, þú hugsar óslega mikið um náttúruna ekki þetta? Það er líka heitt. Það er heitt að hugsa um náttúruna. Það er eitt að heitast ákveð núna, það er að hugsa um náttúruna. Sjálfsögðu. Þannig að þetta var svona, þetta sem er hashtag fashion var þetta heitt og kalt. Já, vitið það, kæru. Ég er svolítið að svípa alltaf hjá Hjóta í hashtag fashion, sko. Já, hann er alltaf sömu braut, það er nokkuð ljóst. Já, vitið hvað er heitt og hvað er kalt, farið í bara litaða stöðbuxur og verið á umhverfisvænum bíl og sækja eitthvað teppi. Það rás eitt með teppi. Akkurat, og ekki vera sköllótt á lóðin. Get ekki allir verið því. Nei. Líka, ég er ósammála. Já, ég líka. Mér finnst það bestu til. Það eru Imagine Dragons hér með lagið Demons. Ágætislag þar á ferð. Þetta er svona þessi hljómsveit er svolítið heit núna. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Já. En við... Hvað er langt síðan keypti Geisladisk síðast? Keypti með disk? Já. Það er orðið mjög langt síðan. Já, ég var ekki að hugsa þetta núna. Já, ég held að síðast disk keypti mér að það hafi verið Coldplay. Já, þannig að X og Y. Já. Nei, diskurinn eftir hann. Okay. Ég held að síðast diskur sem ég keypti að vera úr Brokeback Mountain bíómyndinni. Það er svona 2004-05 eða eitthvað. Keyptur þú diskinn á henni? Var svona góð lög eftir að myndi það? Já, það var eitthvað svona ring, ding, en það var svona gítar einhver undir í andra myndinni, mér lókaði að eiga þetta. Til að koma þér í gírinn? Eitthvað til að koma mér í Brokeback gírinn. Já, það var heldur flott tónlistin í svona mynd. Já, það var þetta bara mjög góð mynd líka. Brokeback Mountain. Er ég að fara að pakka það saman eins og góðulagakefni? Já, við vorum með þema hér sem er sumarlag. Lag sem kemur í sumargírina því að búið að vera svo gott veður. Já. Þannig að það er, hvað segir maður, þema í dag. Já. Og viltu að ég byrja? Já, ég var alveg til að byrja, sko. Ok. Lagið sem kemur mér í gírinn þegar það er ógeðslega gott veður. Ég tók þetta sem lagið á leiðinni heim í vikunni akkurat af því að það var svo gott veður og mér fannst þetta eitthvað svo æðislegt allt. Ef ég er að keyra og það er glampandi sól þá vill ég heyra þetta lag. Þetta er lagið mitt í flottulagkeppninni. Þemað er lag sem kemur í sumargírinn. Það þurfa að lakka niður í þessu lagi. Þetta er lagið sem kemur mér í sumarfíling og heitir Frelsið. Það er bara, ég elska þér að gengna genum húsakynnin. Menn sko þetta takk ekki eigum strákandir. Já. Þetta er svona, ertu ekki sammála mér hana? Ertu ekki ánægð með þetta val? Nei, ekki þannig sko. Nei. Ég veist þetta ekki sérstaklega. Þetta er náttúrulega í ykkar höndum, kæru hlustundu, því að þið ringið svo hér inn í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa keppni. Fyrst að Frelsið með ný dönsk kemur ekki í gírinn. Hvaða lag kemur hjöppanum í sumarskap? Það er svona lag frá því þú varst úlingur sem að kemur mér í gírinn. Mæntalega, við erum fættir 1980 báður. Þetta er lag sem er verið svona vinsælt þegar þú hefur ábúinlega verið í gagnfræðiskóla. Ábúinlega verið kallað gagginn í þau ár. Er það Coolio? Nei, þetta er strákarnir í Beach Boys. Ok. Ég heyrði þetta núna í gær þegar veðrið var sem best. Já. Og það kom þér í gírinn? Kom mér einhvern smá gír, sko. Ok. Hvað heitir lagið? Good Vibration. Þetta er lagið hans Hjöppa hér í flottulagkeppninni. Tjekkum á þessu. Þemað er sumar, það er lag sem kemur í sumarskap. Beach Boys, ágætis hljómsveit, veit ekki með þetta lag samt. Þetta er gott lag og hefur ábúinlega verið vinsælt þegar þú varst í sem sagt gagnfræðaskóla eins og þetta héti kannan. Ekki segja alltaf sama brandran 15 sinnum í hverju innkomi hér, þetta er skelfilegt. En þetta er ykkar höndum, hlustendur, 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði, hann vinnur. Skulum sjá hvað hlustendur segja. Er það Frelsið, er það Good Vibrations? Hvað segir þú, kæri hlustandi? Herðu, að eilífu Hjörvar. Að eilífu Hjörvar, þarna. Bara miklu meiri lagarsmíð. Ertu Beach Boys aðdáandi? Nei, þetta er bara miklu betri lagarsmíð. Já, ég satt við sammála. Ok, ekki... Takk fyrir þetta, vinnir. Er gott viður það sem þú ert? Nei. Nei, ok, já, takk fyrir. Nei. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvaðan ringið þú? Herru, á leiðinni Keflavík. Á leiðinni Kef? Það er alltaf gott viður í Keflavík. Sunny Kef? Það er reyndar ekki alveg þannig, það er alltaf skýjað bara hérna. Ok, ertu Keflvíkingur eða ertu Sængerðingur? Hafþirringur. Hafþirringur, það er ekkert annað. En hvort lagið fannst þið betra? Svo ég hækkaði í græðinu þegar lagið hans Hjöppa kom, sko. Já, gaman að heyra.
Þannig að þetta alltaf tíma ég bara voru til að spila allt lægi bara þegar Hjöppi vinnur þetta sko. Já, þakkaði fyrir þetta. Þannig að Good Vibrations var þitt atkvæði? Já. Hvað var þið nýtdönsk frelsi? Þakkaði kærlega fyrir og hérna kærðu vallega. Já, takk fyrir að ringja. Ágæðinu. Bye. Hjörvar komin í 2-0 hérna. Þetta óvænt að mínum að FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þau? Þessi er hress, hvað ert þú að ringja? Ég er Skagafirði. Fólk er svo hrestar maður. Mínir menn í Skagafirðinu. Nýtdönsk allan daginn, það er þetta treyst á Skagafirðinga. Hvernig er veðrið fyrir norðan? Skýta við bara. Anskotin. Jæja, þá reynum við að hressa þið við hérna með góðri tónlist. Takk fyrir félagar. Takk, sömuleiðis. 2-1, ég get treyst á mitt fólk. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú? Og Beach Boys séu frábærir, þá bara nýtdönsk trompar þetta þvíli. Jöfnveldir ánæði með þig. Þannig að frelsi kemur þér í svona sumarskap. Ert þú að ringja líka úr Skagafirðinum? Nei, Kópói og minnst ég eiginlega hálfpartið verið að svíkja Hjörvar. Allt í góð. Hvar á Kópóinum ert það? Herru, Kópói skalli, það er Vassendin. Það er Vassendin sjálfur. Hvernig er veðrið þar? Það er bara svona, bara eins og ykkur, það er bara dimmt yfir. Dimmt yfir. Hjörvar hefur bara búið í Kópói. En ég þakkaði fyrir atkvæðið. Ég bjóði mig til að Vassenda. 2-2, ekki annað hægt sann. FM, góðan daginn. Já, góðan dag, hæ. Góðan daginn, hvaðan ert þú að hringja? Ég held bara að Auðun blendar sig alveg með þetta. Jöfnveld er ég ánægður með þig. Íslenska lagið sjálf. Já, auðvitað, íslenskt í átak eins og ég segi alltaf. Heyrist ekki það sem ég segi hérna. Hvaðan ert þú að hringja á landinu? Kópavoginum, ég er bara fyrir þetta Smáralind. Fyrir þetta Smáralindinu, já. Mikið að liði í Smáralindinu núna? Já, ég ætla nú að fara inn að selja eitthvað flíkur. Já, ok. Gangið vel. Takk hérlega fyrir að ringja. Bye. 3-2 Hjörpið, þú skoðum í 2-0. Já, þetta er fljótt að breytast. FM. Góðan dag. Já, góðan dag. Hvað segir þú? Herru, ég segi bara mjög gott. Já, ég heyri það. Herru, Hjörvar á þetta. Takkaði fyrir það. Já, því þetta er að sleikja þið upp. Nýtdönsk vinnur aldrei neitt. Nei, það er bara þannig. Það er bara ekki búið því. Hvaða ár hætti Björn Jörundur með þér? Herru, ég held að ég hef ekki verið fætt þegar hann, þú veist. Já, það skiptir engum máli. Þú veist ekki að neina Nei, ég hef heilt það. Nei, ég segir svona, herðu, 3-3 þá, takk hérlega fyrir að ringja samt. Já. Takk fyrir þetta, takk fyrir þetta. Jafnaði þarna með Beach Boys FM. Halló. Þetta. Já. Hvað er það þér? Nákvæmlega. Þetta var svo léðilegt að það er ekki eðlilegt. Er Beach Boys að fá þitt atkvæðið það? Já, Hjöppi frændi. Hjöppi frændi að hluta að vera. Vílíku meistari sem þú er. Hver er þetta? Þetta er frændiðinn. Frændi minn? Hver er þetta? Ég ætla ekki að segja nafni mitt. Ok. Feiminn frændi, eins og ég kalla það. Feiminn frændi. Ekki frændi. Ekki, já, ok. En takk samt kærlega fyrir að ringja. Takk fyrir þetta, kallið minn. 4-3. Hjöppi þar eitt en ég geti jafnað FM. Halló. Blessaður. Ég er að hringja með Skagafirðinum. Það er mínir menn í Skagafirðinum. Hvað segja þeir? Það segja bara fínt, sko. Þeir segja nýtdönsku, eða ekki? Mínir menn. Já, öllir þar mitt alltaf allan daginn. Sjálfsögðu. Við erum ánægð með Skagafirðin. Takk hérlega. Þetta er snillinga. Úrslit atkvæði, getur þú sagt okkur hver vann flottulega keppnina? Kæri hlustandi. Já, Hjörvar Haraldsson. Takk fyrir þetta. Léttur ljúfur og kátur, eða? Já. Æ, afsækið frönskunum mínu. Hún var prikk fyrir það. Þægindaráman. Þakkaði fyrir það. Hvaðan ert þú að hringja á landinu? Ekki Skagafirði allavega. Ekki Skagafirði. Ég fekk svo Kópavoginu líka, það er nú í Hjöppi. Já, ég fekk Fílar ekki nýtdönsk? Jú. Hjöppi fekk þetta þessu sinni frá þér? Já, þetta er sumarfílingurinn. Takk hérlega fyrir að ringja samt. Takk fyrir þetta, ljúfur. Þá veitum við það, Hjörvar vann flottulega keppnin í dag. Jafnt var það 5-4, það gæti ekki verið tæpara. Hjörvar til hamingju. Takk fyrir það, eskan. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Guskus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt.
Karlsberg kynnir, Ingo Veðurguð og Batti Jackú sjá stuð alla 50 daga í allt sumar. DJ-ar allar helgar. Home, Austurstræti 12. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung-setrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Þið Liverpool-menn sem takið þátt í áskorundarleik Orkunnar, þið vitið að David James mun ekki taka mjúklega á ykkur, þó hann hef einu sinni verið uppáhaldsmarkmaðurinn ykkar. Orkan. Þitt valið. Vertu með. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Nú eru síðustu dagar útsölunar og enn meiri verðlækkun. Götumarkaður í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, opið til 9 í kvöld. Evrópudeildin á Stöð 2 Sport. IBVF tekur á móti Red Star Belgrad. Red Star leiðir með 2 mörkum en Eyjamenn gefa ekkert eftir. IBVF Red Star í kvöld klukkan 18:20. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Farðu á fjallahjóli þvert yfir landið. Notaðu orkuna. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. NetGiro nýr greiðslumáti á netinu. Verslaðu í þínu uppáhaldsverslun án þess að gefa viðkvæmar upplýsingar. Reikningur birtist í heimabanka og greiða þarf innan 14 daga. Viðskiptavinir fá því vöru afhenta áður en greitt NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Eldhúsið opið til 11:30 í kvöld. Vegamót. Ertu á leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. Epli, Laugavegi og Smáralind. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Rauti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. FM 95 Blö styttist í lagið á leiðinni heim, það hér næst. En ég ætla að ræða við það, Hjöppi, ég var að sjá hérna inn á vísi.is að Bam Margera var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í gær. Bam Margera sem sagt einstaklingur sem var í þáttunum Jackass. Ég finnast því svo langt að kalla hann Deadbeat í dag, sem var eins og í Jackass. Jackass frábæri þættir, myndina ræðislegar, með þess að síðasta mynd frábær, komið 3. En það fór einhvern veginn gjossanlega framhjá manni að hann væri hérna á Íslandi. Þessi gæði, hvað er það beðið með hana? Já. Er það gæði sem á mömmuna sem er stundu tvistaðin í þættina? Já, mömmu og pappan. Okay, en þessi Bam Margera, hann var vist hérna á Íslandi að halda tónleika á Spot í gær með hljómsveitinni sinni ég man ekki eins og hvað hljómsveitin hans heitir, sko. Ok. Já, og sem sagt, CKY heitir hljómsveitin. Já, ok. Ég hef aldrei heyrt um hana. Nei, ekki aður. Sem er það. Og hann var handtekinn því að síðast hann var hérna á Íslandi þá rústaði hann Landcruiser og var aldrei búinn að borga hann. Og hann rústaði ekki bara Landcruiser, hann rústaði vist líka hótelherbygginu og svo mannst ekki að þau gerðu vídeo hérna á Íslandi, hann og kærastan hans sem var einhver horbjöður, þar sem voru bara mígandi og skítandi og í sleikjum. Ég verð nú að viðurkenna það, eins mikið í fíla þættina, þá er engin gríðalegur aðdáandi hans. Og ég veit ekki hvort hann sé ennþá á Íslandi, en er þetta ekki búið að fara svolítið fram í hann eða? Jú, sko þessi gæjar voru einu svona the shit. Já, náttúrulega Jackass myndirnar eru hrikalega skemmtilega, sko. Þessi gæjar hafa samt farið down the drain, sko. Já, er ekki Johnny Knoxville en þá að halda sér alveg, ekki? Jó, ég sá hann í einhverju... Já, Arnold Schwarzenegger daginn? Já, reynda, það var hörku fín mynd, sko. Já. Þeir eru samt eitthvað aðeins, ekki að Steve O var rosa kallið einu sinni, sko. Já, hann reynda búinn að þurrka sig, ég er ánægð með það. Ég held að þessi Bam Margera sé ekkert búinn að því. Myndirnar hérna á honum, það já, ég veit ekki, kemur ekkert óvart hann var í einhverju. Nei, það er reynda svolítið magna að það séu komnir svona kalla sem fara til Íslands og maður verður ekki var við það, sko. Nei, því að síðan, sko, þegar Jackass voru bara sitt besta, það fór ekkert framhjá mann að þeir væru á landinu. Þeir voru bara að guppa hérna í djúpulauginni og... En þú veist, ef þú ætti einhvern mikið penning, vindur ekki að fara til Íslands í frí? Já, það er mjög vinsælt. Það voru náttúrulega búin að búa í Bandaríkjunum allt þitt líf, þá var mjög gaman að koma til Ísland, sko.
Hvað svona gaman að koma til Íslands? Æðislegt land, gott fólk og frábært landslag og hreint og gott loft. Hreint og gott loft? Spilar inn í. Þú náttúrulega bjóst ekki í Bandaríkjunum, eins og ég. Ég veit hvað gott að vera á Íslandi. Ég reynda. Nei, veist, ég er að velta fyrir mig, sko, hvað það sem dregur fólk til Íslands? Já, ég er líka mjög forvitinn, sko, núna á þess að vera með einhver leiðindi. Hvað mættu margir á sport í gær? Á CKY? Á þennan gæja? Já, hvernig tónlist spilar hann? Ég veit það ekki. Hann er allavega ekki spilun hér á FM. Allavega, þú veist, Russell Crowe hélt tónleikaðinni fyrra. Já, það var líka fólk. Það er alveg mesti Íslandsvinur allra tíma. Það var alveg Íslandsvinur. Hann elskaði að vera á Íslandi. Þá gæði dýrka þetta. Og Íslandingar elskaði hann. Já. Þetta var alveg bara ridiculous hvað þessi gæði var. Hann var ekkert að ferðast hérna um all landið að mjög og skýta eitthvað staðar og taka það upp, sko. Það er hjól eitthvað. Jú, því líka topp maður á Russell Crowe. Hefur þú séð glatið þetta? Það verður ekkert mikið betri. Nei, það verður ekki mikið betri. En ég held að hann sé svona hinn ultimate Íslandsvinur. Sammála því. En það er eins og að komið að laginu á leiðinni heim og talandi Íslandsvini. Þessi einstaklingur sem á lagi á leiðinni heim, en nú, já, ég veit ekki hvort þessi Íslandsvinur, því að hann kom hérna einu sinni, hélt tónleika en hætti í fússi. Já, Robbie Williams. Jep, hann var einhver astnið sem henti flösku. Hver var það sem henti flöskun? Hefur það ekki komið í ljós? Nei, okkur er hann ekki komið fram í dag og sagt, herru, sorry, þetta var ég. Viltu kannski ekki svoleiðis aðtegla hann? Maður væri líklega búin að heyra hver þetta væri eftir hann, einhverju gæi, einhverju partíi. Það var ég sem að gríti hann. Munuðu þegar Robbie hætti? Guilty. Já, ég er að segja það. En þessi gæi hefur aldrei gefið sér fram með það. Nei. Og hann er væntanlega situr núna heima og svo hlusta á FM, skellir hlæjandi yfir þessu þá. Nei, maður segir witness protection. Já, með ég bara ekki ræða þetta. Já, getur verið eitthvað þannig. En Robbie Williams á lagi á leiðinni heim, þetta er mitt uppáhalds lag með þessum snilling. She's the one. Nei, það er þetta hérna. Á, með tónleika í Danmörku í gær, ég er alveg til í það þar. Ég er orðið meiri Angels maður í dag. Þetta er rosalegt lag. Eftir að félagi minn tók Angels og Heim Feel með Robbie Williams. Talandi að vera á leiðinni heim, það er akkurat sem við í Hjörvar erum. Við erum á leiðinni heim, við erum búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Í Fanta Feeling, strákanir. Minni á þáttina á morgun, þá er það ég og Egill, eða 2 harðir, eins og við erum vist kallaðir af Hjöppa og fleirum. En hérna, ég var endur að lesa eitt hérna, Hjöppi, svona rétt í lokin. Konan hans Tim Duncan, sem spilaði með San Antonio og Spurs, þau eru að skilja hjónin, Tim Duncan og konan hans, og þetta er vist þetta er ljótur skilnaður. Og það nýjasta frá henni er að hún vil meina að Tim Duncan sé bæjari. Þá er ég ekki að tala hann haldi með Bayern München, heldur hann sveifli... Ekki hann haldi með Bayern München, heldur spilið með báðum liðum. Já. Bæðið með City og United. Já, nei. Mönnum og konum. Sé bisexual eins og heitir það nú. Já, er það ekki fyrir svona... Það er svolítið ógeðlega svona yfirlýsing fyrir staðiskilin. En ef hann er bara í báðum liðum... Já, þá er það, en ef hann að ljúi sig þá er það svolítið... Já, þetta er svona spes. Já, mjög svo. Herru, Breiðablik að koma áfram í Evrópakefni. Já, óska ég öllum blikum þar á meðal þér til hamingju með það. Já, ég kannski ekki svona alvöru Breiðablik. Hvort ertu hákáningur eða bliki? Ég myndi telja mig vera hákáningur frekar en Breiðabliksmann. Þú er bara að horfa á þína menn í kvöld? Já, ég er að fara upp í Breiðholt í kvöld. TK9 að fara að spila sin fyrsta leik með HK. HK, ég ætla að sitja þarna aðeins lengur og þá get ég hort á æfingu með létti þar sem að Auðun Blöndal verður í eldlínunni. Það er hárrétt hjá þér. Það er veistlega í Breiðholtinu í kvöld. Eina hverju sem er líður vel í hérna Reykjavík, það er verið. Ég er sammála því. Sammála mér? Já, Íðufelli er aðeinslegt. Það bjóð ég í 2 ár. Er það þitt? Gíðufelli er mitt svona fell. Já, velkomin. Við þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Vonandi höfðu ég gaman að svo við strákarnir. Þetta voru fljótt að líða. Við heyrumst á morgun. Takk fyrir okkur. Eru grillveður fréttir Egilsappelsín. Grillveðrið 25. júlí. Nú er útlit fyrir blíðu. Ég endurtek blíðu. Því er grill útkall á höfuðborgarsvæðinu. Allt tiltækt lið við teinana, að minnstakosti 1 pylsa á mann, kótilettur handa kettinum, hamborgari fyrir hunda, ekki er útill fyrir regna á landinu, svo landsmenn nær og fjær, takið þessu alvarlega. Ískalt appelsín, náhvít piparsósa, fagurbrún lund, sjálfur ætla ég að fá mér gúllas. Góðar stundir. Það er Egilsappelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Tvennu tilboð Dominos. Þú sækir stóra pizza matseðli og stóran skammt af brauðstöngum og fær aðra pizzu sömu stærðar að auki. Pantaðu pizzuna með appi á dominos.is eða síma 58-1345. Dominos. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Í
vítaspyrnukeppninni í áskorundarleik Orkunnar ert í dauðafæri á að vinna þér inn 100.000 króna inneignarkort. Skráðu þig til leiks á orkan.is. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Karlsberg kynnir, Ingo Veðurguð og Batti Jefu sjá stuð alla 50 daga í allt sumar. DJ-ar allar helgar. Home, Austurstræti 12. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Eldhúsið opið til 11:30 í kvöld. Vegamót. Orðin leið á sömu gömlu tuggunni. Prófaðu Mentos tyggjó og upplifðu fjörið. Norðan heiða, sunnan heiða, Geysir, Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Naturfrisk Engifjöröl. Krakkaglaður gósdrykkur. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Túborg kynnir krabbugöld á Bar 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Taktu með þér iPad í fríð. Epli.is. Evrópudeildin á Stöð 2 Sport. IPVAF tekur á móti Red Star Belgrad. Red Star leiðir með 2 mörkum en Eyjamenn gefa ekkert eftir. IPVAF Red Star í kvöld klukkan 18:20. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Want your body, everybody wants your body, so let's